Helgi, kannski svona fyrir utan þennan leik og hvernig hann fór, hversu furðulegt að koma hérna sem þjálfari aðkomulið? Jú, þetta var einhvern veginn. Jú, það alveg pínu einhver upplifun en það ekki hægt að taka innan sviga sko hvernig leikurinn fór. Við vorum svo óheyrilega slakir að það kannski breytir aðeins upplifunni. Ég hugsa sér rétt að þessi leikur fór kannski ekki eins og þið lögðu upp, en hvað það svona helst sem fyrir úrskeiðis heldur í dag? Við erum bara mjög linir varnarlega og það að tala að maður vil taka eitthvað frá hinnu liðinu, þeirra helstu vopnum og við gerum það ekki, það leiði bara öllum vel hjá KR og þeir spiluðu vel, ég ætla ekki að taka það en það var alltaf hlutaði hvernig við komum inn í leikinn og leyfum öllum bara að njóta sín. Grindavík verið að vinna leiki á sjálfsögðu síðustu umfyrir bónusdeildarinnar en samt svona kannski einhverjum viðurlömbjöllum farið að hringja þráttur að þeir sé að ná í sigra. Hvað þurfum að gera til að komast aftur á sigurbrautina? Þetta er óbúslega einfalt sko, þetta náttúrulega bara framgang hvernig við erum og hvernig bara líkamstjáning og orkustíðið það var ekki nógu gott hérna í dag og við veitum ekki að láta einhvern eitt leik skilgrina okkur, við erum búin að vera góðir í vetur en vissulega ágefni að maður vil sjá meira af góðu köflunum og ná að tengja á lengur saman. Hópurinn, ef við fæ að spyrja út í hann, Valur er mættur í Grindavík aftur. Já. Gerist það bara snögt að gerast? Já, bara allt í einu hann náði einhverjum æfingum með okkur en allt í einu var hann bara laus og vildi koma og bara flottur leikmaður. Annan leikmaður sem í borgaralegu klæðum í dag, DeAndre Kane, hvað langt í að hann geti aftur barist? Það bara stutt, ég á eftir að ræða eitthvað sérstaklega við sjúkraþjálfarann en hann alveg ég myndi mér að þetta er úrslitakeppnisleikur að spila en við erum að reyna bara aðeins að vera skynsamir. Kæra þakki Helgi og gangi ykkur vel með framhaldið. Takk fyrir það.